Komið þið sæl og velkomin í þennan síðasta þátt okkar núna á þessu ári, hluthafa spjallsins okkar Sigurðar Már Jónssonar. Hingað koma nokkru gestir í dag, en fyrstur þeirra Magnús Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar. Velkomin í þáttinn. Gæði fyrir. Hvað segirðu, árið 2025 í Kauphöllinni? Já, það var svona ákveðin látið á hlutabréfamarkaði, því verður nú ekki neitað. Nei. Að það var náttúrulega bara þessi eina skráning á JBT Marel sem náttúrulega kom í stað Marel og þetta gerði okkur vonir fleiri skráningar en markaðsæstæður voru bara einfallega fremur erfiðar. Það var háir vextir, hlutabréfaverð stóð í staði eða fór lækkandi, úrvalsvísitalan niður 1% á árinu og reyndar þráttur að hækka um 8% síðastlegin mánuð, þannig að maður tók eftir því að núna, hún hefur farið upp. Við höfum oft verið að tala það við Sigurður með hausthækkanir. Við vorum farið að tala það jafnvel hvort það því jóla. Við vorum svolítið að bakka með þetta. Við komnir í desemberhækkun og lokum var það bara jólabónus. Og reyndar erum við að sjá akkurat í dag ágætt hækkun í morgunsárið allavega. Þetta var komið við 2800 stig og var núna 3000 í febrúar. Þannig þetta er manni aðeins bjartsýni, þetta skulle vera að hækka svona í áslok. En að því sögðu þó að þetta ár hafi verið svona rólegt á hlutabréfamarkaði, að þá gerði svona ýmislegt gott árun enga síður og það er náttúrulega fyrst að nefna Íslandsbanka útboði. Salan á Íslandsbanka, það voru margir einstaklingar sem komu að þeirri sem nýttu sér þá og keyptu. Já, það kom bara svo stórkostlega óvart ekki það yrði mikil eftirspurn frá almenningi, heldur almenningur skildi gleypa útboði því að það var náttúrulega búið að leggja mikla vinnu við að útfara útboði meðal annars með tilliti til mögulegar aðkomu erlendra fjárfesta, það svona liðka fyrir aðkomu erlendra fjárfesta. En að almenningur skildi gleypa bara tók það yfir 90 milljarða útboð, stærsta hlutafjárútboð Íslandssögunar. Það segir margt og það segir margt bara hvað almenningur getur verið mikið afl á markanum. Já, hvað voru þetta margir einstaklingar? 31.000 sem komu þetta? Og nýir? Já, nei, ekki nýir. Ok, þannig að heildarfjöldi hluthafa í Íslandsbanka eftir útboðið var einhver 47. Það með myndi þannig blá. Og hækkunin það tóku fleiri þátt í útboðin en áttu hlutabréf í öllum skráðum félögum fyrir útboðið. Það voru einhver 29.000 sem áttu hlutabréf fyrir útboðið. 31.000 sem tóku þátt í útboðinu. Í heildina fór fjöldun úr 29 í 47 sem þýðir að það voru 18.000 af þessum 31 voru 18.000 nýjir. En þetta kannski gæti auki mönnum svona bjartsýnu skráningar inn í nýtt ár. Þú nefnir það bara ein skráning sem var eiginlega skráningafélagi sem var fyrir en það, ég held að upplifa allir að það sé svona komin ákveðin þörf hjá mörgum félögum eða sem hafa kynnta með allöngu fyrirvara þeirra að þau hafi horfið til skráningar. Hverjar eru svona væntingar núna inn í nýtt ár með það? Já, tímasetningar eru alltaf, nákvæmlega tímasetningar alltaf erfiðar. En ég bjartsýnn svona almennt séð af ýmsum ástæðum. Eins og þú segir, mörg félög hafa lýst yfir þessi skráningar hugleiðingum. Við erum nú með námskeið í Kauphöllinni þess staðana sem heitir svona skráningar akademían og það góð þáttaka og það eru fjölbreytileg félög sem hafa lýst yfir áhuga á skráningu. Nú, við nefndum almenningi nú undan, innstæður í heimilin í böngun nema 1800 milljörðum. Það samt 5% af því sem fóru í Íslandsbanka. Þannig að það er mikil orka en óbeisluð í morða þannig. Hins vegar tíma, þannig að það er mikil bjartsýni í mér þegar ég lít til næstu 2-3 ára og líka einfallega þessi skráningaráhugi sem við verum við náttúrulega ekki ótengdur þessari auknu þáttöku almennings og undanfarnum árum. Maður finnur það bara í öllum samtölum við fyrirtæki að þetta breyta sem hefur haft áhrif og sanna sig svo sem aldrei fyrir þessu útboði. Já. Hvað með vaxtalækkanir næsta ári? Hvaða áhrif hefur það á markaðinu? Þetta nefnilega það sem við höfum þennan áhuga, við höfum þessa pípu nánast ef svo málið komast og þennan fjárfesta áhuga í grunninn en ég myndi segja að vaxtastigið, markaðsaðstæður muni
ráða tímasetningunum svolítið mikið. Hjá þessum fyrirtækjum sem eru á kantinum. Já, ég meina hjá einhverjum mun ekki skipta öllu máli. Þetta svona alltaf samspil hvernig félag komin á markað, bæði hvernig gengur að ná ákveðnum rekstur áfengum og svo þessi efnahagslegu makróbreytur eða þjóðastærðir eins og það sem vextinir eru hvað mikilvægastir. En auðvitað samkeppnin þegar vextir eru þetta háir við bara einstæður eða hún erfið en þannig að þetta mun ráða tímasetningunum en svona liti fram á við svona grunnurinn í þessi svona grundvallar uppbygging hefur gengið vel undir hörnum árum og ég sé ekki annað en hún muni ganga vel áfram. Þannig að þetta liður í því náttúrulega líka hvernig erlendir fjárfestar sjá íslenska kauphöll, hvað stöðuleiki efnahagslífsins og hversu áhugaverði fjárfestingakostir eru. Hvernig horfuru til þess að þáttaka erlendra fjárfesta inn í íslenska viðskiptalífinu gegnum kauphöll? Hvernig lestu í þá stöðu núna? Eru þeir ekki 18% núna í kauphöllinu? Nei, þeir eru ekki nema ef við lítum bara á bréfin sem eru geymd á Íslandi, tökum til dæmis bara, nú eru tökum til dæmis Jóbiti Marel eða kannski 85% af hvað það nákvæmlega af bréfunum sem eru í viðskiptum í New York. Þannig við tökum þau út úr menginu að þá og lítum bara til þeirra bréfa sem eru í umferð hérna á íslenska markanum að þá nefnilega erlenda eignaraðaldin ekki nema í kringu 6%. 6%? Hún var töluvert verri í þeim tölum reyndar tók við alltaf með eignaraðaldin í Marel sem var í Amsterdam, við höfum ekki svona við höfum aðeins reynda núna við höfum reynda að horfa núna eingang á það sem í umferð íslenska markanum, það í raun og veru svona sem stiður við íslenska markaðina að fullu leyti endur svona þetta kannski fyrsta sem við reknum þetta alveg nákvæmlega svona út en í raun og veru segir kannski mest áhrif erlendra fjárfesta á íslenska markaðina. Heyrðu, það var ráðstefna nýlega það hvernig væri hægt að stækka hlutabréfamarkaðinn. Hvað var hver var megin niðurstaða þar? Það var nú sem betur fyrir var nú góður samhljómur þar og það einmitt sneri að þess meðal annars að þessum tveimur fjárfestahópum sem þarf að efla og reyndar mættin eflaða þriðja sem eru bara hlutabréfasjóður í Íslandi þeir eiga minna heldur en einstaklingar beint. Heyrðu, þeir eiga minna en einstaklingar? Þeir eiga eitthvað 6% markan líka eins og útlendingarnir. Einstaklingar eiga 8%. Einstaklingar fara þá bara beint inn í vilin. En það þarf að styrkja hlutabréfasjóðina og við höfum hort mikið til Svíþjóðar í þessum efnum að nota svona ramman sem þar og hluta þeim hugmyndum hefur nú ákveðið meðbyr núna. Það annars vera að styðja aukna aðkomi einstaklinga að markanum og þar það ekki bara vaxtaafslátturinn gamli góði? Já, það einhvers konar skatta ívilnun sem það og fjármálaráðherra ljáðu nú máls að því áherslu sínu á þessi ráðstefnu sem þú nefnir, þannig að ég vona að sá meðbyr sem sú hugmynd hefur fengið skili sér í aðgerðum. Nú svo hitt með ráðstöfum viðbóta lífeyrissparnaðarins. Við sjáum að það geti styrkt hlutabréfasjóðana töluvert mikið ef einstaklingar gætu ráðstafa til einhvers fjölbreytts úrvals af hlutabréfasjóðum, þá myndi sá hluti fagfjárfestamarkaðarins styrkjast mjög. Erlendu fjárfestarnir, ég myndi segja að þar eru aðgerðir mögulegar og bæði á hálfu stjórnvalda og á hálfu okkar í kauphöllum og markaðsaðila. Eru þið svolítið að reyna að skoða það? Já, við erum til dæmis með en þá reyndir einan hús skoðan en eitthvað sem við reiknum að taka samtali við markaðsaðila til þess að breyta svona uppgjörsfyrirkomula í íslenska markaðan, þannig að verði einn svona kallaði miðlaga mótaðali, það nokkuð sem erlendir fjárfestar hafa kallað mjög eftir. En svo maður náttúrulega, nú frumvarp í gangi til dæmis liggur fyrir frumvarp fyrir Alþingi sem maður nú gefa ríkisstjórninni prik fyrir, sem maður reynda frumvarp sem nána samhljóm með því sem fyrir ríkisstjórn laði síðan fram og það afnám afnám skattlagningar á söluhagnaði erlendra fjárfesta sem ég held að myndi vera mjög til bóta og ég reikna ekki með öðru en að það fari í gegn.
Þannig að sumt að þessu boltinn að hluta til hjá stjórnvöldum. Að hluta til hjá stjórnvöldum. Að svona horfi til þess að liðka fyrir og efla og styrkja þennan hlutabrifum. Og það kannski... Að hluta til og hluta til hjá okkur í Kaupmannahöfn og í samstarfi við markaðsaðila. Herði fjöldi viðskipta, var það aukning á milli ára? Tölur aukning á milli ára, líklega... 35-40% en uppfæðir í hverju viðskiptum. En fjárhæðnar lækkuð í viðskiptum sem sýnir bara fyrst og fremst auknar hlutdeild einstaklinga í viðskiptum. Ef maður tekur út þessi óvinnulegu viðskipt eins og yfirtöku viðskipti Marel í fyrra eða útboðið hjá Íslandsbanki í ár, þá svona fjárhæðin í heildina á markanum í viðskiptum að fara niður svona 5% á milli ára, en fjöldi viðskipt að fara upp við þriðjung og einstaklingar líka maður lítur bara hlutdeild einstaklinga í viðskiptum eftir Íslandsbanki útboðið. Tökum þar sem maður hefur gögn þessar 6 mánuði júní út november og það sér maður hlutdeild einstaklingi fjárhæðum í viðskiptum markaði hefur farið úr því að vera á milli 1,5 til 2% í fyrra á sama tímabili, júní til nóv, upp í tæplega 5% í ár. Þannig að einstaklingarnir að koma miklu sterkari inn. Þú komið með hærri fjárhæðir líka, eða ekki? Jú, hærri fjárhæðir, þetta í fjárhæðum, Þetta svona, við þurfum að fara að ljúka þessu, þetta hefur verið ár einstaklingar að hluta til og þetta stóra útboð Íslandsbanka náttúrulega svona það sem að upp úr stendur svolítið á árinu. En við kannski getum nú hort svolítið bjartsýnin í næsta ára með mörgum fyrirvöru. Já, ég held að þetta sé einmitt ein ástæða til bjartsýni og þessi aukni máttur almennings á markanum. Verður ekki vera alltaf bjartsýnir öll áramót? Er það ekki bara venja? Við getum ekki farið inn í nýtt ár með svartsýn. Jú, ég reyni þá og ég tel að það meira aukst eða það. Eru bara rétt, svona hvernig hefur haft það í mjólinn, bara rétt í lokin? Bara mjög gott, mikil rólegheit. Já, og þú nú þekktur hlaupari, varst það í gamla dag allavega? Ertu að hlaupa eitthvað? Ekki nógu mikið, en maður að reyna að koma sér í gang aftur. Já, og áramótinn, það bara, þá það flugveldarsýning? Já, rólegheit í faðmi fjölskyldunnar. Já. Magnús Harðarsson, frábært, ágætis ára baki í Kaupöllinni og svona horfur nokkuð góðar með næsta ár. Við erum bjartsýnir, við haldum því. Ekki spurning. Kæra þakkir. Takk fyrir komin og gleðilegt nýtt ár. Já, gleðilegt ár. Takk. Komið sæl aftur, næsti gestur okkar er Gunnar Baldvinsson, forstjóri Almenna lífeyrissjóðsins. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Heyrðu, Almenni lífeyrissjóðin hefur verið svolítið í umræðinu undanfernu. Það þið voru með kvörtun til fjármála eftirlitsins varðandi að það væri svona vegið að ykkur að utan. Já, og innan, að verðbréfamiðlurum. Já. Sjá bara aðeins frá þessu. Við erum kannski fyrst og næst verið í fréttum svona sem að byrja á jákvæðu fréttum að við erum að sameinast öðrum lífeyrissjóði. Núna 1. janúar þá sameinast Almenni lífeyrissjóðurinn og Lífsverk lífeyrissjóður. Já. Þetta nafninu Almenni Lífsverk. Þannig að það eru verkfræðingarnir. Já, og reyndar opinn sjóður háskólafólks. Já. En það rétt, við vorum að setja inn kvörtun bæði til Neytendastofu og fjármála eftirlitsins út af 2 vátryggingasölum sem hafa verið að selja skyldu aðild að Almenna lífeyrissjóðum, nota nafn sjóðsins og ráðleggja fólki síðan að setja séreignina í sjóði á þeirra vegum. Oft á tíðum með mjög háan kostnaði og okkur sýnist að neytendur séu illa upplýstir. Já. Og við höfum meðal annars orðið vör við þetta þannig að til okkar hafa hringt foreldrar, ungra krakka. Já. Jafnvel alveg niður í 16-17 ára, þar sem búið að gera samning til alltaf 50 ára. Hvað sér? Fjármála samning til 50 ára að flytja séreign til Þýskalands. Og greiða kostnaði upphafi sem kannski nemur alltaf iðgjöldum í 12 til 18 mánuði. Þetta rosalegt. Já, það ekki í takt við okkar ágjöf og líka við erum ósátt við það sem við erum að nota nafn. Komið niðurstaði í þetta mál? Nei. Það ekki. Það ekki komið. Nei. Herðu, árið 2025, hvernig var það hjá Almenna lífeyrissjóðnum?
Já, það var jákvætt, kannski fyrst og fremst út af því sem ég var að lýsa áðan að við erum að sameinast öðrum sjóði, það er mjög spennandi. En ávöxtunin? Ávöxtunarlega séð sýnist mér að það stefni árið 2025 verði undir meðaltali. Já, ok. Svona mitt ár og framundir skal við segja lok þriðja ársfjórðungs, þá leit nú ekki neitt sérstaklega út, þá var staðan ekki góð, en mér sýnist svona að blönduð verðbréfasöfn, svipuð og íslensku lífeyrissjóðunir geti kannski verið að skila raunávöxtun kannski rétt rúmlega 2% sem er þá undir langtíma meðaltali. Já. Þannig að það lítur svona þokkaleg út en er undir meðaltali. Hvað varstu ánægðustu með á síðasta ári? Ertu að tala þá að markaði? Eða Já, svona bara í fjárfestingatækifærum ykkar og markanu, líka bara hjá sjóðnum sjálf. Já, sjóðnum var ég náttúrulega ánægðustu með þessi sameiningamál og það er eitthvað sem byrjaði í byrjun mars og tók eiginlega allt ári hjá mér, bara mjög mikið að gera í því og ég tel það bara svo mikið framfaramál, þannig að ég er ánægðustu með það. Sko ávöxtunarlega sé geti nú kannski ekki nefnt neitt sérstakt, við erum með mjög dreifðar eignir og svona flestir eignaflokkar að skila þokkalegri ávöxtun. Sá eignaflokkur sem kannski skilar bestu eru erlend hlutabréf. Þau eru hæstu hæðu núna og hvernig er þá tækifæri núna til þess að vera að hoppa inn á og fjárfesta erlendis þegar þeir eru svona hátt uppi? Já, sko, það... Er það ekki verulega áhætta sem fylgir því? Jú, það er það, sko, það er alltaf erfitt að tímasetja markaðinn. Ég fekk sömu spurningu fyrir 2 árum. Já. Hvort að, við værum að spá í að selja erlend hlutabréf að því að verð var orðið svo hátt. Ég veit að eins að verðkennitölu núna eru mjög háar. En við erum með dreifðar eignir og reynslan hefur bara sýnt. Það er mjög erfitt að tímasetja markaðinn, fara út og fara svo inn á réttum tíma. Þannig að við höldum nú bara yfirleitt sjó. En sem langtíma fjárfestar þá njótum við þess að þegar verðið er hátt þá erum við að kaupa fáar einingar, en þegar verðið er lágt þá erum við að kaupa margar einingar. Hvort eru það að fjárfesta meira í Bandaríkjunum eða Evrópu? Við erum meira í Bandaríkjunum. Við horfum til heimsvístölunar og þar er Hvað hún hækkað árinu? Hún hefur hækkað í Bandaríkja dollar, í morgun sýndist mér það verið eitthvað 23%. En hvað við segja, styrking íslensku krónunar og veiking dollarans hefur vegið gegn okkur á þess ári, þannig að mér sýnist í íslenskum krónunum það var hækkun í morgunum 11%. Þannig að það er ágætt og aðrir eignaflokkar hafa skilað þokkalega nema innlend hlutabréf, það er svo eignaflokkur sem veldur vonbrigðum. Já, það hefur verið erfitt á markanum, það er bara svoleiðis. En svona, við höfum oft í þessu þætti rætt stærð og umfang lífeyrissjóðanna á íslensku hlutabréfamarkaði. Já. Hvernig sjáu þið það sem eru, sko nú ert þú með lífeyrissjóð sem er meira sér að stækka. Já. Umfang, þið eru svolítið stóri fiskar í lítilli tjörn, ef maður orðaði það. Já. Hvernig sjáu það svona almennt stefnumótun bæði fyrir ykkur sérstaklega sjóðina og bara þennan markað, eru lífeyrissjóðir of fyrirferðarmiklir, er það bara óhjákvæmilegt að þetta sé svona eða ættu við að finna einhverja leiði til þess að vinna betur úr þessu? Sko, nei, ég held við séum ekkert of fyrirferðarmiklir, við erum stórir og það kannski helgast að því að mjög stór hluti af sparnaði einstaklinga er lífeyrissparnaður. Já, við höfum mjög öflugt kerfi Íslendingar. Það er líka þvingaður sparnaður. Það er náttúrulega frjálssparnaður auðvitað í gegnum sér. Já, sko, þvingaður sparnaður, sko, 15,5% skylduiðgjald, síðan segi ég 4% í viðbót í raun þvingaður sparnaður líka, þar segja viðbóta lífeyrissparnaður upp á 2 frá þeir sjálfum og svo færðu önnur 2 frá launagreiðanda ef þú spara sjálfur, þannig að það er að vissuleyti þvinga líka, þá er komið 19,5% þvingaðan nálagt 1/5 að launum. Sko, en við erum ekkit
öðruvísi en aðrir sko, ef þú lítur á önnur lönd, þar vega fagfjárfestar mjög þungt á markaði. Þannig að við erum kannski ekkert öðruvísi. Ég get sagt bara mína persónulega skoðun út af spurningu þinni að ég hef áhyggjur af einsleitni, innlendra eigna lífeyrissjóðana og við í almenna lífeyrissjóðun höfum þar af leiðandi lagt meiri áherslu á erlendar fjárfestingar heldur en margir. Já, og erum til að mynda með lægra hlutfall í innlendum hlutabréfum en aðrir stærri lífeyrissjóðir. Þegar þú segir einsleitni, hvað ertu þá að vísa til? Ég þá að vísa til þess að við erum að fjárfesta á innlendu markaði þar sem eru tildulega fáfélug og við erum langsamlega stærstu fjárfestanir. Við erum líka með svipaða aldurssamsetningu sjóðfélaga þannig að þegar kemur að því að við þurfum að vera að minnka eða auka eign þá erum við allir að hreyfa okkur svolítið í sömu átt. Ég hef ákveðnar ágjur af þessu, ekki stórar en ég er alveg meðvitaður um þetta og þess vegna hef ég allavega lagt það til í mínu lífeyrissjóði að ég vil að við séum með stærra hlutfall á erlendu markaði þar sem við getum hreyft okkur á þess að verð breytist ekki neitt. Ég ætla kannski líka að segja það að þegar við erum bara að tala um markaði hér að ég held að ég hef verið eini einstaklingur sem skrifaði og gegn því þegar skilduð iðgjald í lífeyrissjóðu var hækkað úr 12 í 15,5 og vegna þess að þar með megin sparnaður flestra orðin skildu sparnaður í lífeyrissjóð og réttindi eftir 40 ári innborgun koma til með að verða mjög mikil. Ég held að þetta sé óheppilegt og líka verði til þess að veikja annan sparnað. Sé sett of mikið í raun á lífeyrissjóðina í þessu litla kerfi með þennan háa skilduspartað eins og verður að lýsa. Þessi hækkun 15,5 úr 12 í 15,5 hún byggði ekki á greiningu á sparnaðarþörf einstaklinga. Hún byggði ekki á því. Það það sem ég vildi að hefði verið gert, hvað við hefðum raunverulega þurft að leggja til. En þetta mótar allan innlenda markað svolítið mikið. Ég held að flesti vilji stuðla sparnaði, hann heilbrigður, en það kannski spurningi alltaf hvaða fer mikið í gegnum þessa sömu kanala, það kannski það sem þú ert að horfa til. Athyglisvert að heyra það frá lífeyrissjóðsmanni. Þú skrifaðir grein á árinu pólitískan óróa sem hefði áhrif á ávöxtun. Ég skrifaði grein pólitíska áhættu. Já. Pólitíska áhættu við fjárfestingu. Já, það svona ýmis... Það fyrst og fremst veiðigjaldir sem varst að hugsa þar. Það var meðal annars veiðigjaldir sem, ég ekkert ósáttu við það að stjórnvöld á hverjum tíma breyti skatthlutföllum og breyti sköttum. Það þeirra hlutverk. Já. En sem fulltrúi lífeyrissjóður sem hefur lagt áherslu á að fjárfesta í sjávarútvegsfyrirtækjum, þá var ég ósáttu við það að hækka veiðigjöldum nálægt 100%. Mér finnst það ekki vel farið með opinbert vald. Það hafði áhrif. Já, alveg klálega. Við höfum náttúrulega rætt mikið það í þættunum að hvað áhrif það hefur á þessi félög sem fjárfestingakost og þá væntalega líka hugmyndir annara félaga að koma til skráninga ef svo ber undir. Já. En í greininni var líka að vísa til svo kallar IL-máls og uppgjöri á IL-skuldabréfunum. Ég var líka ekki sáttu við hvernig stjórnvöld komið fram í því máli. Það reyndar endaði farsanlega og ég þakka lífeyrissjóðunum það frekar heldur en stjórnvöldum. Önnur grein, íslenska séreignin leggur þýska stálið. Já. Samanburður á íslenskri séreign og þýskri lífeyristryggingu. Farðu það yfir það? Skrifaði þetta í byrjun ársins? Já, ég skrifaði þetta í byrjun ársins og hluta til að því að maður hafði orðið var við það að sölumenn á vegum þessar þýsku aðila hafa farið við markaðinn og eru mjög ágengir. Já. Í greininni vildi ég benda á mismunin á lífeyristryggingu annars vegar og sparnaði í séreignasjóðum hins vegar. Já.
það öðruvísi form. Og Ísland hafði vinningi, sagði. Já, það er annað, það aðeins ólík sparnaðarform og ég tel að því það svo mikil tryggingavend með skylduaðild að lífeyrissjóðum þá það mín skoðun að fólk hafi ekki þörf á sérstakri lífeyristryggingu til viðbóta. Það sé vænlegra að leggja fyrir í séreignarsjóði. Síðan fór ég yfir samanburð á kostnaði og þar munar verulega miklu og síðan samanburð á ávöxtun og sýndi þar síðan 10 ára tímabil og tók dæmi þar sem það munaði alltaf 44% á uppsöfnum eigna. Það er bara íslensku séreignarsjóðunum í vil. Og það munar það. Það alveg ábyggil. Bara kannski rétt í lokin, í framhaldi aðeins þetta svona með stærð sjóðana og þið fáið svolítið af íslenska hlutabréfamarkaðinum í fangi. Nú framundan hluthafafundur hjá Íslandsbanka. Já. Þar sem að einstaklingu sem eignar hlut upp á 0,8% í bankanum sækist eftir stjórnarformennsku. Lífeyrissjóðirnir eru náttúrulega stóri þar eins og annars staðar. Já. Hvernig nálgast þér aðkomu í slíkum málum þegar við fylgjumst með utanfrá, við erum náttúrulega fulltrúa litlu hluthafana og veltum fyrir okkur hvað farsalegast fyrir stjórn bankans. Þetta áskorun til ykkar að taka hvernig þið vinnið úr svona stöðu. Eigið þið að vera hlutlausir? Nei. Eða eigið þið að hafa Við erum of stóri til að vera hlutlausir sko. Þannig að við getum það ekki en við reynum að vinna faglega. Það er nú grunnurinn. Þannig að við reynum að vinna alltaf faglega. Ég get sagt að almennt séð viljum við fjárfesta með einkafjárfestum. Við vitum alveg að þeir hafa drifkraft sem við höfum ekki. En við reynum að vinna faglega, skoða hvað stefnu þeirra og áherslur og meta á faglega nátt. Við erum miklu talsmenn gagnsæðis og upplýsingagjafar. Finnst þér eins og í svona tilviki, finnst þér að lífeyrissjóðirnir eiga að vera opinskári hvernig þeir ákveðið byggja það ákveðum hvernig þeir greiða atkvæði eins og í þessu tilviki? Sko, það var stigið stórt skref í upplýsingum á vegum lífeyrissjóða, held ég bara árinu 2018 eða 19 og núna birta allir lífeyrissjóðir eða flestir upplýsingar afstöðu sem þeir taka á hluthafafundum. Þeir gera það. Það hægt að fara á heimasíður og sjá það. Það var stórt skref og mikið aðhald við okkur. Hvort við eigum að ganga lengra og sína greiningar sem við gerum, það hef ég svo sem ekki hugsað út í. En það skiptir máli fyrir okkur að ákvarðanir sem við tökum, að þær séu vel skjalaðar, þær séu vel rýndar og byggja fagmennsku. Já, ég held. Það er ágætt svar, en þetta er mikil áskorun sem fylgir þessu. Það er það. Erum við ekki, Jón, bara búin að fara vel yfir þetta? Áramótin góð hjá þér. Hvað ætlar að gera, hverfur og gamla skutt? Ég verði heima hjá mér og borða góða mat. Ertu í flugöldunum eitthvað að ráði? Tertur? Ekki lengur, en ég reyni alltaf að vesla við Landsbjörgu og styrkja þá. Mér finnst það nú bara svona siðferðislega skylda. En svo nýti ég þess bara betur að horfa aðra skjóta. Það er svo mikið skotið. Það er skotið. Heyrðu, bara glæsilegt og gleðilegt ár og takk fyrir koma. Takk. Erum komið sæl aftur. Nú komið til okkar Snorri Jakobsson, hagfræðingur og eigandi Jakobsson Capital. Snorri hefur nú oft verið hjá okkur hér á árinu og verið svona að rýna í markaðina og verður velkomin, Snorri. Takk. Og við erum svona eiginlega hálfleiðilegi því að við ætlum eiginlega bara að biðja að rýna í kristalskúluna En hvað er þessi kristalskúla? Hefur ég þurft að vera hérna á borðinu þá? Hún það er eitt. Ölva sem er alltaf fengið maður hefur viljað hafa kúluna. Hvað ber þú spáir kannski í bolla bara? Nýtt ár í skauti sér. Þetta er það sem að svo við séum að þjónust okkar. Jú, hún var nafnlaus. Var ekki Jónas Kristjánsson sem átti að vera í völva vikuna? Einhvern tíma var það þá, já. Heyrðu, Snorri, ef við reynum að vera fókuseraðir hérna, það er komið galsi hérna. Já, þetta er áramóta spjall og það er stemmari. Þótt að kannski efnagsorrunar eru dekkri en oft áður, að þá
ef við lítum til ásins 2022 það voru gríðarlega bjartar horfur það ár núna það tölvöld dekkri það eru dökkar en það skerst eins og 2022 þá var markaðan nú fyrir ekki dapur en það var líka þeim tíma þegar að stýrivextir hækkuðu og byrjaði að hækka með skart undir lok ársins og á sama tíma fór hlutabramarkaðarinn fór svolítið loftið út, byrjaði loftið að fara úr honum svolítið rætt upp út í. Það sem ég held að gerist núna það þótt að efnahagshorfurnar séu það svona nokkuð okkar að það svona blikur lofti að þá myndi ég tala allan að seinni hluta ársins að það gæti orðið töluverðar vaxtalækkanir og það ætti þá að hafa töluverðar jákvæð áhrif á markaðinn. Þú horfið þá til seinni hluta? Já, þannig að þessi mæling gæti eitthvað senkað síðasta verðbólgumæling þótt að ég skilja hana hvorki upp niður í henni og þessi húsnæðisliður sem engi skilur núna þú gast allan skilið sko fasteignaverðið það var inn í vísitölunni sko en núna þetta svona meira eitthvað kostnaðardrifin sko sama tíma og fasteignaverðið og hækkum eitthvað 1,8, 1,9 sko að þá náttúrulega þetta svona meira endurspegling en kostnað við húsnæði og við veitum að það er rosalega mikil kostnaðarverðbólga og mikil eftirspurn og hann alltaf búin að hækkum eitthvað 4% og við vorum svona að pissa í skóin okkur með að breyta allan að þessum tímapunkti sko en maður gæti svo sem ekki vita það fyrirfram að fasteignaverðið var akkurat á niðurleið þegar þeir skiptu tóku fasteignaverðið út í vísitölunni sko. En þegar nefnir 2022 þá ertu kannski að segja okkur að þó við stöndum á einhverju tímamótum og áramótum þá sé svolítið erfitt að horfa inn í kristalskúluna sem sagt, efnahagsaðstæður kannski verið það eru svona heldur þyngri núna við Jón erum sammálum það við ætlum að reyna að vera bjartsýnir hérna. Já, ég held að þetta verður náttúrulega öfugt við það sem að var árið 22 en þess að þá var ég nú í einhver svipuspjalli og þá voru efnahagshorfur mjög bjartar en svo endaði hlutabréfamarkaðurinn hann byrjaði ágætlega en svo svona var svona flatu kannski sumarið og svo fór hann hratt niður hann undir lok ársins 22. Já, þannig þú segir og svona ég held að við munum sjá alveg bara svona öfuga speilmynd við árið 2022 en að þess að þótt að efnahagshorfurnar núna séu svona nokkuð dökkur og blikur við á lofti sérstaklega allir útfyllingskerfunum að þá held ég að vaxtalækkanirnar muni hafa meiri áhrif eins og 2022 þá voru vaxtalækkanir sem hefði meiri áhrif svo meðtaknaði gríðarlega mörgum fyrirtækjum 2022 samt var markaðurinn dapur. Það var nefnilega merkilega flott uppgjörlega flestum félögum, öllum félögum árið 2022 samt var markaðurinn dapur. Það var kannski bara Marel sem var einhverjum vandræði með annað bara heila einhverjar vonarstjörnur sem þú sér svona á markaðinu sem að augljóslega eftir að sækja sér veðrið í fyrirtæki það er náttúrulega sem að líka kannski mála að markaðinu getur svona erfið en þess að það eru svona þess að blikur lofti og ég sé svona enga augljósa vonasturnu voru ekki manna nefna fyrir ári síðan að það var Alvotech og ég held að þeir séu búin að missa helmingina virðinu síðan þá Er þið þá kannski bara aftur vonast hérna? Nú er kannski vonir að það komið tilbaka. Það er kannski kauptæki verulega núna. Já, ég meina þú sér það sko, ef við skoða þróuna þá er alltaf þannig að þessi sprotafyrirtæki og fyrirtæki sem eru eða ekki mennina tekjur og lítið rekstrahagna þá er hægt að búa til svo mikla væntingar og þá er að keyra upp verðaðum en það veit ekki neitt. En svo þegar fyrirtækin allt bara komum stuðan rekstur eins og Alvotech núna, bara góðum stað að þá allt í hennu keyra mann verði niður en þess að mann voru búin að byggja upp svo mikla væntingar þegar óvissin svona mikil sem svolítið svona raun og veru var Alvotech hérna fyrir einhver 3-4 mánuð síðan sproti og það var mikil óvissa hvað myndi gerast og svo núna þetta orðið bara fyrirtæki, fínt fyrirtæki, rekstri, tekjur, hagnaður. Þannig að fjárfestar þurfa bara að horfa öðruvísi á félagi í staðis að horfa einhverjum gríðarlega væntingar, þá verður það bara að horfa á að þetta sé öflugt og gott rekstrarfélag. Já, að hluta til og líka það að við verðum að passa sig þegar með sportafyrirtæki, þetta er rosalega á þetta. Þetta getur farað alla vegur sko. Þú gerir einhver rekstrarallan en það er langur vegur frá
rekstraráætlun, þú ert með einhver verkefni þróun sem komið vel að stað, maður búin að fylgjast með þessum mörgum og svo þangað til að tekjuna kom inn og svo náttúrulega, þú veist, fyrsta skrefið náttúrulega kom tekjuna og svo næstu sko hagnaðin og þeir búin með allir þessi skref í alveg svo þannig alveg, sko, þú veist, svo ég myndi segja að, þú veist, núna fyrir svona einstaklingin og almenningin var miklu frekar forsendur til þess að fara inn í alveg núna heldur en fyrir einhvern 3 árum. En svo er náttúrulega margir sem Almenningur ætti frekar að horfa á það núna. Já, verðið það lágt núna? Já, bæði verðið lágt og núna er þetta orðið minna áhættusæki, það er meiri vissa núna, ég myndi telja þú, ég þekki það ekki drúslega vel, að meiri vissa rekstur. Mér finnst þetta góð áhugaverða nálgun hjá þér. Þannig mér finnst þetta að félagið sé líka komið pílítið á þann stað núna, að því að við erum talsmenn aukinar upplýsingagjafar, að þeir þurfu þá kannski að nálgast líka markaðin betur með upplýsingagjöf sína. Já, ég er alveg sammála því að þeir þurfa svona þeir þyrftu svona að gera það heldur betur sko og það er svona þar aðeins stefnumótun að vinna sem það er að fara þar fram en svo náttúrulega en vonastjörnur, það er voða erfitt að segja sko þú veist það komir ekki rosalega óvart og horfum á innlánsreikningana að það er rosalega eftirspurn og sáum svo líka hlutaverðútboð Íslandsbanka, það er gríðarlega eftirspurn eftir sko það er 3.400 miljardar, það er 74% af vergri landsframleiðslu sem er inn á innlánsreikningum. Þetta er alveg svakaleg fjárhæð, þetta er sko stærra heldur en allir sko hlutabréfamarkaðurinn í dag. Þessi tala ætti kannski að vekja þeir sem er að íhuga nýskráningar vonir að kannski bara horfa til þess. En náttúrulega mikið af þessu, eitthvað af þessu er náttúrulega fyrirtæki og annað, en þetta er samt alveg gríðarlega fjármunir og þetta er stærra heldur, þessi fjárhæð er hærri heldur hlutabréfamarkaðurinn í dag. Svo og það sem er náttúrulega sorglegt svo sem við þetta er og ég held að mikið af þessum fjármunum vilja kannski endilega fara í eitthvað mjög áhættusama fjárfestingu en að við sjáum eins og bara Íslandsbanka að þú veist, meirhlutin á bara áfram í bankan þú veist, 9 mánuð 7-8 mánuði setna og það er svona, mér finnst svona MiFID reglugerðin sem að var til þess að vernda fjárfesta sem ég veit nú ekki hversu mikið hún hafa nú gert allan að þetta lífeyrissjóðamál sýndi að hún var nú ekki mikil vörn í henni þar og sko hún er eiginlega svolítið útiloka þessi fyrirtækjaskuldabréf og skuldabréf bankana og málið er það að ef við horfum til þess bara á dómhæstaréttar það sem að segja skamtíma útlán eða langtíma útlán eða ráðast af skamtímavöxtum, við veitum alveg á hverju bankarhraunið var. Það var að venna þess að það var langtíma eignir úr fjármagnaði með á skamtíma. Já, tímafaktor og skatt. Já, og svo kemur þessi dómur og segir, heyrðu, þið verður bara algjörlega miðast við, þú veist, sem var alveg ógerningu fyrir bankana, þannig að þú veist, annarkur þá þurfti þeirra fjármagn sér allurlega til skamtíma, sem ég sjálfsögur ger ekki. En maður sér það að eftir kannski þennan dóma þá mun þrýstingur á bankana að auka skuldabréfa útgáfa aukast og fyrir almenninga þá er þetta þessi skuldabréf alveg príma fjárfesting og svo með líka með fyrirtækjaskuldabréf, ég menna þetta er svo vinur minn sem er fagfjárfestur við talaði fyrir 1,5 ári síðan, ég menna af hverju að vera að kaupa í hlutabréf hérna að fá 10-12% vext á einhverjum bara fyrirtækjum bréfum eins og þú veist bara högum að festi eða eitthvað líka ég menna, þetta er náttúrulega bara markað sem er að loka fyrir almenning. Ég held að þú veist, flestir í dag núna þegar vextinur er að loka, er að lækka, þá var mjög margir sem væri til í að fara inn á þennan markað og ég held að ég tók þetta saman að eða 60% íslenska hagkerfinu er fjármagn til skamstíma, þetta er alltaf gjaldi innan 1 ár. 60% af íslenska hagkerfinu? Íslensk krónum, já. Það er bara fjármagna til skamstíma. Við höfum ekki lært neitt. Bankarunni var ekki verið þess að konan nágrannaðins keypti hlutabréf sko. Þeir var verið þess að þú veist, alþjóða bankakreppan var verið þess að bankar voru fjármagna gríðarlega mikið skamstíma til þess að fjármagna einhverja langtíma eignir. 17 árum eftir bankarunni þá er regluverkið ég myndi segja að þess að MiFID reglu gerir meira sko ógagn en gagn eins og staðan er í dag. Já.
vegna þess að þær gera kröfum það að þú ert að gefa út skuldabréf og að þú ert með íslenska útboðslýsing og þú veist, sko, við horfum á það að hérna, örugustu bréf sem getur keypt öruglega, og maður sögum hann með lánshæfismat og ríkissjóðana, það er sértryggðu skuldabréf bankana og fyrir ekki að en ég menna, sko, hverja verið að verja með því að almenningur get ekki keypt þið, þú veist. Almenningi, þú ert að segja, almenningi hún er haldið frá bestu fjárfestingakostunum. Skuldabréfamarkaðnum. Það er alveg eða syndurskvam og hérna og við horfum á skuldabréfamarkaðana, það er 80% fjármagnaðara lífeyrissjóðna 80% þess. Okay. Svo er lífeyrissjóður, svo verðbréfasjóður einhver 10-12% ánum og svo einhver aðrir stofnarnir fjárfestar, þá ertu komin upp í það bara eign almennings á þessu markaði náttúrulega hverfandi og við þurfum að auka langtíma fjármögnun og svo er þetta, ég meina það er ekki tilviljun að þú veist, það er svo líka eins og með nýsköpun, ég meina þú veist, alltaf gjaldurissjóðurinn segir að þessi ónæg fjárfestingin í nýsköpun, þú veist, innviðir, það vantar meiri peningi innviði, ég meina miðstýringin en í kerfinu er alveg rosalega mikil og hérna og þetta regluverk sem að var sett til þess að venda almenning gagvart, sko, og horfið bara á fjárfestingamikið, þetta eru hérna innlánin og svo er það, þú veist og fyrir svona almenning sem þekkir ekki markaðan, þá sjáðu bara eina fréttir á þessum sprota og vaxta fyrirtækjum svo er ekkert enn milli en þú veist, við sjáum líka það að það sem eru að gefa mest á milli, það er besta ávöxtun síðustu 10 árin, að það eru arðgreiðslufélögin, það er bara verið að gefa fína ávöxtun. Arðgreiðslufélögin, þá eru talað um viðskiptabankana, fasteignafélögin, smásölufyrirtækin, þetta er svona misjafnt milli ára en nokkuð stöðugt, sko, ef þú tekur bara gengisækkanirnar, þá er manni að það eru eitthvað 10,5 eða eitthvað álíka, síðustu 10 ár, og þá tók ég svona ákveðin félög sem að, þetta voru 8 ár síðan að þau, þannig að ég náði ekki öllu sko, en ég tók líka tryggjafélögin inn í þetta en svo bæti svo arðgreiðslunni við sem er svona 23% ári, þá ertu bara með þá ertu með svona 12,5-13% ávöxtun bara. Já, þetta er mjög athyglisvert. Svo að þetta er skæður með svolítið misskipt sko, og er náttúrulega félög sem er náttúrulega með þungi vísitölu eins og þessi, þú veist, öll útflutningsfyrirtæki á Íslandi, það verða náttúrulega stór. Ísland er svo lítið að hérna, þeir náttúrulega verða alltaf rosalega þungt vægi í vísitölunni sko. Já. Svo að það er þau sem eru búin að eiga svolítið erfitt núna og kannski skiljanlega má stöðunni gengur hún rátt. Já, en við kannski, þetta verður, ég held að það sé mjög athyglisverð Snorri, þú varpa hér upp mjög mörgum áhugaverðum. Sérstaklega með skuldabréfamarkaðinn, hann eiginlega kemur mér eiginlega svo. Þú þurfum að held ég að fá Snorra fljótlega aftur til þess að fara yfir þetta með okkur. Já, þau mál betur. Herðu, en erum við ekki bara sáttir? Bara sáttir og hérna bara hefðbundin spurning svona rétt, hvernig lítur gamla skuld út hjá þér og áramótin, verður þú Jón er hérna á vegum björgunarsveitana ætlar ekki örugglega að kaupa hjá björgunarsveitana Hvar, hvernig örugglega, ég verðun held ég afskaplega rólegt hjá mér núna í ár það eru bara eitthvað svona með fjölskyldunni einmitt Snorri, takk mikið vel komið sæl aftur, hingaði komin góðu gestur Andrea Sigurðardóttir blaðamaður á Morgunblaðinu. Þú varst nú viðskipta fréttastjóri og þú lætur mikið að þér kveða líka í skrifum frá Alþingi og pólitík. Gaman að fá þig sem slíkan blaðamann hingað. Við erum að ræða það að samtök atvinnulífsins hafa verið að tala um það að það sé bjartsýnisvísitala forstjóra voru tiltölulega bjartsýnir lengi vel og síðast ári. Þessi vísitala hefur aðeins farið niður og það er meðal annars svona skattahækkanir og fleira umhverfið er aðeins að versna. Andrea, hvernig metur þú stöðuna þessu áramót og svona næsta ár? Já, það kemur ekkert á óvart að bjartsýnin fari hnignandi. Þetta ár byrjaði dálítið þannig að við vorum þarna í einhverjum vaxtalækkunar fasa, verðbólgan var hörfandi en síðan það verður eitthvað breyting. Verðbólgan hefur verið mun þrálatari en menn gerður ráð fyrir. Það var þarna ákveðin manneskja sem lofaði því að koma með sleggju. Já, lýsi hér með eftir henni. Já. Ég held að kannski hefði henni verið sveiflað í öfuga átt
Þannig bara einmitt spurningin. Það verður að keyra hlutur upp. Verðbólgan hefur verið þrálátari. Það hafa verið áföll á árinu sem að voru kannski leiðist hugtaki ófyrir séð en einhverju leiti ófyrir séð. Og vaxtalækkanaferlið var sett á ís. Svo í kjölfar þessar áfalla þá var þó brugðist við og ekki síst vegna vaxtadómsins að vextir lækkuðu þó í síðustu ákvörðun. En svo kemur þetta verðbólguskot núna undir lok ársins sem að var reyndar ótrúlega skrítin mæling en breytir því þó ekki að það svona setur hlutina í dálítið annað samhengi en við vorum að horfa á kannski áður en að sú mæling kom fram og ég held að áhyggjur fólks af því hvert við erum að stefna séu mjög réttmætar ef ekkert verður að gert að þá getum við hort bara fram á að við endum í einhvers konar stagnation þar sem að verður erfitt að eiga við hérna þrálátu verðbólgu og maður sér það sko líka væntingamælingar Seðlabankans sem að voru á þessum síðasta ársfjórðungi að þær voru heldur bjartari en á þriðja ársfjórðungi að þá var þessi verðbólgumæling ekki komin. Þannig að það eru ýmsar blikur á lofti og að mínu mati full ástæða til þess að menn setja allar hendur á dekk við að eiga við þetta. Finnst þér vera pólitískur órói í samfélaginu dag? Miðað við svona hvernig valkyrjurnar lögðu af stað? Pólitískur órói, já, ég meina sko það hefur verið, þessi ríkisstjórn hefur dálítið, sko hún talar mjög mikið fyrirsjáanleika en mér finnst hún síðan kannski dálítið hafa staðið fyrir einu gagnstæða. Við sáum það til dæmis í samgönguáætluninni þar sem að forgangsröðun sem að áður hafi verið samþykkt henni bara hent út gluggan og það kemur eitthvað ný forgangsröðun. Við sjáum það að veiðigjaldafrumvarpið sem var samþykkt hérna í vor, það var ekki neinu takti við það sem var lofað. Það farið bara miklu brattar inn í þetta og hraðar. Það ekki vandað til verka fullir ég. Og atvinnulífið sem að einhvern veginn uppsker alls konar, hvað að segja, íslenska orðið yfir svona curveballs. Það frá í rauninni stjórnvöldum og við erum ekki ennþá búin að sjá sko hvað við gera með ferðaþjónustuna en þau verða að standa mig fast á því að sá matseðill sem að við sáum af skattahækkunum fyrir ferðaþjónustuna ég rekna með að við munum horfa upp á frekar skattahækkunar þar. Þannig og í þessum öllum aðstæðum að þá þetta held ég atvinnulífinu erfitt og hið fræga verðmætasköpunar haust ég held að við höfum öll séð að það hefur ekki orðið úr því og ég er ekki viss um að það verði næsta haust heldur. Það er svona slagorðakent svolítið ýmislegt sem kemur frá ríkisstjórninni en það er náttúrulega spinndoktorar þarna í fullri. Já, og menn sem hafa beðið lengi eftir því á kantinum að komast í þá stöðu. En sko ef við horfum á sko nú ríkisstjórninni stýrta hagfræðingi, formaður samfylkingarinn og Viðreisn hefur lagt gríðarlega áherslu alltaf á að vera tengd atvinnulífinu. Það er mjög mikið af fólki sem hefur áður starfað inn í atvinnulífinu sem hefur tengsl inn í Viðreisn og starfar þar og meira segir ráðherralið þeirra. Kannski látum kannski flokk fólksins aðeins sigla þar frá hjá en sko heldur að þessi stjórn hafi svona að því þú kemur svona skarast bæði stjórnmálunum viðskiptalífinu, hefur hún trúverðuleika eða traust hjá atvinnulífinu? Ég geti bætt við að fjármálaráðherrann hann er sóttur upp í háskóla og þannig að það er svona þetta fólk ætlaði sér sannarlega að skapa þannig trúveruleika og traust en svo finnst manni kannski það skorti eitthvað á eða hver er þín upplifun af þessu? Já, ég held að sko með Kristrúnu sem forsætisráðherra Daða Má sem fjármálaráðherra þá hafi fólk haft ákveðna væntingar að þrátt fyrir að þarna væri flokkur fólksins og þrátt fyrir að þetta væri samfylkingin að þá myndi nú samt vera þarna
svona eitthvað skynsemi og gagvart atvinnulífinu af því að þetta alveg fólk sem að gera sig grein fyrir því að velferð byggir á verðmætasköpun. En síðan það nú bara þannig að hérna það eru útgjaldafrek mál sem eru á þeirra stefnuskrá, ekki síst úr röðum flokks fólksins og þetta þarf að fjármagna og samfylkingin hefur aldrei verið feimin við það að hækka skatta. Þau sögðust ekki ætla að hækka skatta á venjulegt fólk. Nú hefur síðan komið í ljós að hið venjulega fólk ansi vandfundi í þessum samfélagi, ég bara lýsi hér með líka eftir því. En það þarf einhvern veginn að láta þetta ganga upp og það sem maður náttúrulega á fyrst og fremst að vera að horfa á útgjaldavöxturinn af því að hann í reyndin skattahækkannar af því að hann fellur á almenning hvort sem að það í formi hærri skatta, meiri verðbólgu eða síðan lántöku til framtíðar á börnin okkar. Þannig að hérna já, ég hugsa að það séu margir í atvinnulífinu sem að spyrja sér spurninga. Ég held að þetta sé sérstaklega erfitt fyrir Viðreisn og maður hefur alveg skynjað það að það mikill titringur innan Viðreisnar vegna þessara. Já, ég hef skynjað það. Já, í svona grassrót flokksins eða? Já, bæði grassrótin en ég held að það sé alveg líka titringur innan þingflokksins með þær ákvarðanir því að þetta kannski ekki það sem að þessi flokkur vill standa fyrir. Helstu málin á Alþingi, núna á vorþingi, hver verða þau á þínum mati? Já, samgöngu áætlunin, hún verður fyrirferðarmikil. Ég held að það verður tekist mikið á hana. Svo þarna ýmis mál sem að standa út af sem að eru áhugaverð eins og tenging bóta við launavísitölu sem að ég held að sé ofboðslega skrítin hugmynd en kannski förum ekki dýpra í það hérna en það mál sem að stendur út af. Við eigum eftir að sjá varðandi strandveiðarnar frumvarp flokksfólksins, við eigum eftir að sjá já, það ýmislegt en ég held að samgöngu áætlunin verði ótvírætt það umdeildasta og svo kannski ef það koma fram með bókun 35 já, einmitt sem nú að þingmálaskrá og var lögðu nú ekki í það hérna á haustþinginu en það voru nú, menn væntu þess að eftir að gekk svona vel með hérna kjarnorku ákvæðið í sumar menn myndi bara hjóla í bókun 35 á haustþinginu en svo komu náttúrulega þessi erfileikar í samskiptu við Evrópusambandi og annað slíkt sem að kannski hafa dregið úr físileika þess. Já, og líka bara þetta haustþing var ofboðslega skrítið vegna þess að það var svo mikil forvinna unnin í vor. Það voru mörg mál sem að ekki náðu afgreiðslu þá. Það eru mörg mál sem að meira þess að þverpólitísk samstaða sem eru raun úr ranni fyrir ríkisstjórnar. Fullt af málum sem átt að koma fram í september og október en bara einhver helmingur af þeim komst yfir höfuð á það stig að það væri mælt fyrir þeim. Þannig að sko verkefna skuldin frá haustþinginu sem að þarf síðan að takast á núna á vetrar og vorþingi, hún alveg mikil. Þannig að það verður annarsamt þing og ekki síst síðan vegna þess að fyrir utan náttúrulega páskafríið að þá eru líka sveitastjórnarkosningar og þá fyrir þingið í hlé. Þannig að hversu mikil uppskera þessar ríkisstjórnar verður á þessu þingi, það erfitt. Við erum hér í hluthafaspjallinu, við erum að túlka sjónarmið fjárfesta og hluthafa í samfélaginu, þannig að eins og Jón kom inn á áðan sko með þetta pólitíski óróleikin og það hefur nú aðeins komið fram í spjalli hér fyrir viðmælendur sko, það eitthvað sem að sko fjárfestar hafa bara engan áhuga á og það kannski það sem að til dæmis við erum ofta að bera okkur saman við Norðurlöndin. Þar tekst stundum ágætlega bara til að sko atvinnulífi og viðskiptalífi ekkit sko þrúað af einhverjum pólitískum vandræðagangi og nokkurn veginn sama hverjir eru ríkisstjórn. Stærsta verkefni stjórnvalda hverjum tíma í mínum huga að tryggja stöðuleika og fyrirsjáanleika eins eftir því sem best er hægt. En þessar ríkisstjórn hefur ekki tekist það. Nei. Hvernig finnst þér að samstarf valkyrjana hafi rauninni þróast? Það syngja saman og
Þetta virðist vera óðurlega skemmtilegt en svona óbáslega Þetta samhenni. stundum eins og dans og söngvamynd. Já, svona mikil samhenni. Hvernig upplifir það? Sko, Þetta að sé eitthvað sundrung að byrja. Ég held að þessi mikla gleði, sko, hún hluti af því að þessi ríkisstjórn keyrir rosalega mikið á ákveðnu narratífi. Þetta sem við kallum þessi spunameistarar og liður í því eitt af veikleikum síðustu ríkisstjórnar, einn af veikleikum er að sko sundrungin í þeirri ríkisstjórn var áþreifanleg fyrir alla og þarna tekið svo pótl í hæðinni við ætlum ekki að láta narra okkur á því að það sé einhver ósamstæða í ríkisstjórninni. Þannig að maður sér þau alveg bara að standa hérna saman fullum fetum og segja að það sé samstæða, jafnvel þó að allir sjá að hún sé ekki til staðar. Og ég hugsa að það kom mér á óvart að ríkisstjórnin myndi lifa þetta ár af bara eftir alla vandræðagang fólksins, en hún gerði það, þannig að það er þrautsegja en það er líka mikið í húfi. Já. Og það heldur þeim saman. Og nú er búið að einfalda þetta svolítið hjá flokki fólksins því að það er bara einn allsherjar á þeirra. Hvernig sérðu það? Það var ekkert um að öðruvísi í raun. Já, kannski er það var það ekki nefndar á mínum mati. Hvernig sérðu ráðherra kapalinn hjá flokki fólksins á næstunni? Já. Guðmundur Ingi Kristinsson, heldur hann verið áfram? Ég tel mjög litla líkur á því. Ég sé það ekki Hver tekur við á hann þá heldur þú? Ástundur Lóa Þórsdóttir komið aftur inn. Ég sé það alveg fyrir mig sem frekar líklega sviðsmynd. En Kolbrún? Ég held að hún kom ekki inn og ástæðan fyrir því er einfallega svo að það voru ákveðið sterk skilaboð í því að þegar að Ásthildur Lóa sagði af sér eða var látin segja af sér, hvort heldur sem að það var í reynd, að að fyrsta Kolbrún var ekki valinn þá þrátt fyrir að hafa sinn bakgrunn sem að tengist þessu fæi, en Guðmundur Ingi sem ég held að vil nú taka fram að ég upplifa hann sem mjög vænan og ljúfan og vel meinandi mann en hann er hins vegar held ég því miður þessu starfi ekki vaxinn og það held ég að glöggir menn hafi nú átt að segja. Þú álítur að Ásthildur bara komið aftur? Ég held að það sé meiri líkur á því heldur en að verði Kolbrún fyrst, það var ekki Kolbrún síðast. En myndi það ganga upp? Nýbúin að segja af sér? Búin að segja af sér? Já, veistu það, við lifum í þannig þjóðfélagi að fólk er fljótt að gleyma. Oft líka verður hitinn á meðan að málið er í gangi, þetta er svolítið svona hátt upp og stundum hratt niður líka. Hún fekk svolítið bakslag líka svona ákveðna samúð svona eftir áhyggja. Já. Mönnum fannst þetta vera dálítið ósangjörn meðferð sem hún fekk til dæmis að hálfu fjölmiðla eða þeirra sem að hófu málið. Já, gott að blessa en ég hugsa sko það saman tengist þetta náttúrulega er fjölskyldumál, flókið og erfitt fjölskyldumál og við erum kannski ekki mikið vön því að í stjórnmálum séu þau dregin svona fram með þessum hætti. En sko í mínum huga var það alltaf þannig að bara algjörlega burt séð frá því hverjar aðstæðurnar voru eða hvert máli var. Fyrir mér var í rauninni afsagnarsökin svo að ráðherra liggi á símanum hjá einhverju manneskju út í bæ og mæti heim til hennar. Það er ofboðslega skrítið en hvort að það gerir það verkum að hún geti bara aldrei komið til álita sem ráðherra skal ég ekki segja en það er bara ekki úr miklu að móða hjá flokki fólksins hreinlega. Ekki ef við útilokum Kolbrúnu. Ég get ekki skilið það öðruvísi en að Inga Sæland bara útiloki hana fyrst að hún var ekki sett sem ráðherra við síðustu skipti. Ef við sjáum það nú kannski svona ef við förum að ljúka þessu að gengi á hlutabrifum í flokki fólksins hefur nú lækkað allt verulega. Ef við horfum á mælingar og verður segja, ég held að við gamli kennari Ólafur Þ. Harðarson, hann getur ekki einu sinni talað upp lengur. Ég held að fólk hafi kunna betur við flokk fólksins í stjórnarandstöðu en í ríkisstjórn. Það er reynda með marga flokkar, sko. Það er erfitt að fara yfir og bera ábyrgð
á orðu sínum og gerðum. Þetta er að vera nokkuð gott. Áramótin, hvernig gamlarskvöld hjá þér og nýjárs, ertu á einhverju nýjársfagnaði þá einhver staðar? Eða? Nei, ég Við erum áhuga samar félagslíf fólks. Sko, áramótin, Þeir eru blaðamenn síðan. ég lít svo á að versti tíminn til að fara í eitthvað partí, það er áramótin. Það er vonlaust að fá bíla, þannig að ég er bara í kósi fjölskyldustemningu. Sko. Gamlarskvöld, ofmetu kvöld, ofissunótt, víða. Heyrðu en á engar flugaldar, Sigurður heldur að ég sé talsmaður Hann er á vegu landsbjargar hérna í þessu spjalli, kostar í bak og fyrir. Ég er náttúrulega að fagna það er mikið björgunarsveita fólki í minni fjölskyldu, þannig að það verður tekið með það er einhverja trektur sem fara þar í loftið. Heyrðu, gaman að fá því þáttinn. Já, takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma til ykkar. Takk, kæra þakkir fyrir komuna. Takk. Já, komið sæl aftur. Við sittum hér enn félagarnir, Jón G. Hauksson og ég, Sigurður Már Jónsson. Í miklu áramóta stuði. Miklu áramóta uppgjöri, já. En nú er komið til okkar Eggert Aðalsteinsson, greinandi hjá Kvikubakka, sem hefur nú oft kíkt til okkar áður. Ertu velkomin, Eggert. Takk fyrir. Þú ert svona í kristalskúluflokknum hjá okkur. Við ætlumst til þess að þú bara segi fjárfestum hvað gerist á næsta ári. Já, þetta er hérna ekki endilega svo spurning sem við vilja fá, en sko hún er svolítið víðfenn. Já, en þú, ég segi samt mér til afsökunar að ég skulle spyrja þessu, þú ert alltaf að rýna í þessar tölur og ert nú orðin svolítið gamalreyndur í þessu, við þekktust nú á fjölmiðlaárunum hér áður fyrr, og gamalreyndur og þú hefur séð tímana tvenna, búin að fórstu mikið ferðalag á árinu ef ég man rétt og hérna skoðum í heiminum en núna svona þegar við sittum hér og áramótin er að renna í garð hvað tilfinningu hefur þú fyrir komandi ári? Já, eins og ég sagði nú við þig hérna, þá er ég ekki berðdreyminn en hérna og allt sem að menn sögðu upp af síðast ás það hérna, hefur eiginlega ekki gengið eftir það voru til dæmis og sem verður náttúrulega stór hérna árifirháttur næsta ári, það er bara vaxt á þróun. Við sáum hérna skoðanakönnun sem var gerði upp á oss hjá viðskiptablaðinu, það voru markaðsaðilar sem voru svona að horfa stór meiri út á að vextir myndi koma niður 100 til 200 púnta árinu og myndi líka einhvers staðar bilinu stýrivexti 67% ástrúk. En 7,25. Já, það voru 3 litlar vaxtarlækkanir, þannig að það hefur náttúrulega haft verulega áhrif á þróun hlutabréfamarkaðins og bara allar sparnaði í landinu að innlánin hafa bara verið besti valkostur, má verða þannig. Já. Og svo og þetta náttúrulega mun hafa áhrif á næsta ári. Við erum að svona, þetta búið að vera flögt í verðbólgumælingum, svona fyrir síðustu tölur þá vorum við jafnvel farnir að rekna með 50 púnta lækkun í febrúar, en svona það er svona búið að slá svolítið á væntingar. Svo annað, eitt stór áriða þáttur síðast ári, og þess að vera sem er að klára, það er náttúrulega gengið Alvotech, sem er okkar Novo Nordisk, náttúrulega niður 65% árinu, sem markast verið fara úr rúmi 500 miljónum niður í 200. Þetta er náttúrulega búið að lita öll innlend hlutabréfasöfn á árinu. Hlutabréfasjóði og verðbréfaeign, eignasöfn lífeyrissjóð og annarra. Sko. Þannig að þetta hefur náttúrulega, þetta er svona skellur sem að við höfum 300 milljarðar? Já. Það er nú ekki þannig. Og það verður þetta náttúrulega næsta árið náttúrulega stórt ár fyrir félagið. Það þarf að komast í gegnum nálarauga FDA með þessi nýju lyf sem er að fara að markaðsetja. Og þannig að það er svona stór áhrif að þrátturinn inn í næsta ár. Svo náttúrulega hefur við að horfa á hástökkur þessa ás, það eru bankarnir, Arion og Íslandsbanki. Íslandsbanki, sérstaklega. Þessi tvö félag sem hafa hækkað hvað mest á árinu, 25-30%. Það verður heilmikið að gerast á fjármálamarkaði næsta ári. Við erum með þessi samruna, Arion og Kvik annars vegar og Skagans og Íslandsbanka, mun þetta gangi í gegn. Það er verða breytingar á stjórn Íslandsbanka, að koma inn nýjir aðilar sem að alltaf greinilega láta til sín taka. Heiðar Guðnarsson. Já. Höfum við fengið nóg að vita hvað þeir ætla að gera? Við erum alltaf að velta því fyrir svona hvað er nákvæmlega
eru þeir að koma inn til þess að koma í veg fyrir þennan samruna eða hvað það sem fyrir þeim vakir? Finnst þér það að liggja nóg á borðinu? Nei, það er svo sem ekki alveg búið að sína spilin, hvað menn hugsa, það er náttúrulega mun náttúrulega koma núna í ljós bara í svona aðrænda stjórnarkjörs og á hlutafundi, hvað menn horfa á, en það er að ljósta að Íslandsbanki með alveg gríðarlega mikið umfram eigið sem sem þarf að koma einhvers konar í vinnu og ég veit að Heiðar hefur verið að horfa á áframhaldandi endurkaup eins og bankinn búin að vera í og það sé svona, hvað sé að vera að gera bestu hlutum fyrir hluta. Hann hefur svo sem ekki tjáð sig alveg svona kaupin og Skaga, hvað hann finnst þau, en það er að ljósta að Íslandsbanki og stjórnendur hafa náttúrulega í nokkuð tíma verið að tala það að fara inn í annars tryggingarekstur og svo stekka við sig eignasting og það er náttúrulega kannski svona tvíþætt markmið með þessum kaupum á Skaganum ef það gengur eftir. Þannig að það har náttúrulega verið, eins og nefnir, það har verið væntingar, ég held ég bara 1 eða 2 árum að það er einhverjar arðgreiðslur út úr Íslandsbanka, en svo er það náttúrulega þannig að bankaumhverfi á Íslandi er rosalega regulerað. Við hafum, hvað eftir annað verður það nú umræðefni hér í þáttunum hjá okkur? Blýhúðað. Já, og blýhúðað, við vorum blýhúðað. Það er settar miklar kvaðir og svona á kerfið, meðal annars út af einhverju sem gerðist hér fyrir 17 árum síðan núna og var sannarlega drastíst, en eiga síður að svona bara að það sé búið til svona starfsumhverfi bankakerfi sem að horfi til framtíðar og gerir það verkum að það geti til það stutt við íslenska atvinnulíf og sé leið áhugaverði fjárfestingakostir og liður í því fast okkur nú að fá Landsbankann inn til skráningar. Ég hleypa þessi úr einu í annað en fjármálakerfið og bankakerfið er stórt í Kauphöllinni og það skiptir miklu máli hvað er að gerast þar og regluverki í kringu það. Já, algjörlega og það sem að bankakerfi og fjármálakerfi í Íslandi hefur náttúrulega verið að glíma við sem er lúxusvandi, það er alltaf mikið eiginlega eigið fé, semst umfram markmið stjórnanda, langt umfram lágmarkskröfur stjórnvalda og ekki er það að fara að minnka núna því að það er náttúrulega er að detta núna áramöndaðis tilskipunum sér 3, kallast þetta, CRR3 og sem þýðir það að eigið fé, laust eigið fé, lágmarks eigið fé bankana mun lækka frekar á þess að eigin fjárbindningar á útlán og þannig að rými bankana til ytri eða innri vaxtar eða útgreiðslna, hvort er formi endurkaupa eða arðgreiðsla mun aukast andala stórlega. Þannig að þetta mun setja ennþá meiri þrýsting á hvað sé arðsemi bankana sem er eiginlega það er alveg svona í samanburði við kannski skandinavísku bankan er orðið er lægri og við sjáum bara að árinu að skandinavíska bankavísitalan sem er með einhverjum 40 banka, hún er að hækka 55%. Meðan að íslensku bankarnir eru sem eru svona best performer á árinu eru 25-30%. Þannig að þetta er svona endurspeglast þetta bara á endanum í áherslu hlutafa, þetta mikla eigið fé sem er bundið í bönkunum og gera þá náttúrulega kannski að einhver leiti þá áhagamari en aðra samanbörbankar þá erlendis og kemur þá niður á endanum atvinnulífi og neytendum vantilega. Já, við hefum kannski aldrei áhuga á því að næsta ár verði endilega ár bankana því að bankarnir eiga að vera náttúrulega þjónusta og að styðja við viðskiptalífið en þeir eru sannarlega mikilvægir en svona hefur væntingar mikið af nýskráningum á árinu? Hvernig? Ég held að sé gæti 26 gæti orðið bara áhvert árið þeim efnum og ég svo sem ekkert fyrir mér í þessu en með lækkandi vaxtastig og svona kannski þetta við sjá hvað gekk vel með Íslandsbanka útbúið í fyrra á þess ári að þá sé alveg fyrir mér að við fáum bara mjög stóra skráningu og ég hef verið svona Hefur nöfni því? Já, ég hef nú að horfa bara til þess bláa lónið hvort það sé ekki komin tími á það og ég veit að eru gos órói þarna ennþá heldur? Já, það er alltaf félagi hefur bara það er náttúrulega unni gegnum sig það er út allt land líka Já, þetta er náttúrulega bara viðfend ferðarþjónustu fyrirtækja Ef náttúruöflin halda sér til hlés þá eru þetta bláa lónið
áhugaverðu fjárfestingakost. Einhver fleiri svona sem þið dettur í huga? Það er náttúrulega eitt stærsti eigandinn í Blálónu, Stóður, fjárfestingaöfli, það hefur orðað það að fara í skráninguna við henda. Þetta Drangar, eða það segja dótturfélag. Já, ég held að Skeljar. já, ég held að það sé kannski 27. Já, þetta það sé 27. 27, já. Já, það verði ekki á næsta ári. Já, og jafnvel Styrká sem er hann líka eitt af dótturfélögum eitt af félögum eigu skél sem innviða þjónustu fyrirtæki. Sem hefur verið að stækka með kaupum undanfarið og er kannski orðið gæti orðið alveg margtæk skráningar. Já, líklega orðið skráningar. Einhver vonarstjarna á árinu 2026? Sko, upp á síðast ás voru allir að horfa á þessi þrjú fræknu, Alvotech, Amarok og Oculis. Já. Og nú er það þannig að Amarok og Oculis svona sko hafa slitið sér svona frá Alvotech að vera ávöxtun snertir og svona bara kannski rekstra árangur svona til skemmutíma. Já. Sko, þannig að ég held að verið fjárfestum er mjög horfa á þessi þrjúfélög hver með sín hætti og þetta bæði Amarok sem er þá hafið gullvinnslu í Grænlandi og er komin í fulla afkastagetu svona það líti ykkur árið og eins og Oculis með þá frekari svona áfanga í rannsóknum og að þetta er fyrirtæki sem er bara klálega til skemmri að lengri tíma yfirtökutark sko. Já, bara eins og Keresis ekki tósvipa kannski algjörlega. En svona fleiri félög að slíku tægi sem eru kannski ekki ábyrrandi í íslensku viðskiptalífi sé. Er einhver sprótar, alvöru sprótar svona finnst þér sem að eru þarna einhvers? Ég er svo sem kannski ekki sterka skoðun á því hvað sko ætla menna fara með fyrirtæki á marka sem eru kannski eiga kannski þurfa kannski lengri tíma til þess að skrá. Við veitum alltaf saga Alvotech svolítið styrnum strá og þetta spurning hvort að menn vilji fara aftur í einhverju svoleiðis vegferð. Fóru þeir Alvotech of snemma fannst þér á markað? Já, ég held að það er auðvelt að vera vitur eftir og ég held að það sé. En svona að þeir hefðu þurft að vera með frumkvöðlana og þróununa aðeins lengra. Já, ég held að þeir hefðu þurft að vera komið með Nú eru þeir líka náttúrulega í Stokkólmi og fengu þar sem sagt eru félagi skráð í Stokkólmi og þar var talsverð eftirspurn. Það er styrkur því að félagi hefur geta sótt sér fjármuni í nokkur skipti og nú bara síðast í töðun með breytanlegu skuldabréfi en það voru kannski ekki ákjósulega aðstæður til þess. Nei, en það er sama. Þannig eru kauptækifæri. Þegar þú er komin úr 1900 genginu 1900 niður 600. Já, það er ef þið náðu þessum 3 lyfum inn árinu. Eru 3 lyf á næsta ári? Já, þeir eru komið 3 lyf núna sem eru komin. Sem fari gegnum lyfi eftir lítið þá? Já, sem eru komin og eru að fara á þetta marka í Evrópu í Japan en ef ekki fengið grænaljósi hjá Það er 1 lyf komið, það ekki sem er búið að fara samþykki? Ekki, þeir Alvotech með 2 lyf í sölu í Bandaríkjunum í dag og svo þessu 3 sem eru að fara bætast. Þannig að þá er það með 5 efnir í lok næsta árs? Já, og það er svona ef allt gengur eftir og þannig að það er óskandi bara það gangi eftir því að þetta fyrirtæki er náttúrulega það sem mikið vært fyrir Íslands. Ef það náttúrulega gengur eftir þá er hjólinn fann að snúa. Já, það er mikið undir með þetta félag. En Jón, við erum svona... Jú, er það ekki bara, er þetta ekki svona nokkuð að... vel yfir þetta? Já. Heyrðu Eggert, ég þakka þér bara mikið vel fyrir komuna hingað til okkar. Já, takk fyrir spilin. Og Jón, ég tek af þér rakettuspurninguna. Já, ég var með rakettuspurninguna. Ég hafði það sem síð reyna að fá svona smá fúkt í þetta. Sigurður bregst á við, ég sé fulltrúi landsbjörn. Ég veit bara, the money talks, Bara áramót núna, það er gamlárskvöld og nýjársfagnaður. Hvernig eigðu þú þínu gamlárskvöldi? Það voru bara í faðmi minna nánustu í Efri-byggðum Kópavogs. Já, í Efri-byggðum Kópavogs. Það er nóg að bílast á þar. Östu bara áfram, bara í 1 mínútu. Hann var að tala þú færi mikið ferðalag á þess ári. Hvaða ferðalag var það? Ég fór til Ástralíu og Nýja-Sjálands. Já, býtu og dvaldur þar eitthvað? Já, ég var þar í 4 mánuðum. Já, hvað kom til? Það er bara einhver ævindir að þrá. Já, ok. Skoða heimir svona, þegar maður er að koma að miðaland. Nýja-Sjáland er nú að tala með fallegri löndum í heimi. Já, þetta er alveg frábæri staðir þeir og mæli endri með að við mörlendingarnir förum
skoðum þetta. Já, Þetta eru andfætlingar Handfætlingar. var að tala um það. Heyrðu, en hérna bara, við séum bara gleðið ár og kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Þessu loki ég er hjá okkur í dag. Já, og við bara segjum við hérna fólk sem er búið að vera að fylgjast með okkur í hérna á þessu ári. Það var 53. þátturinn, bara hlutafarspjallið, gleðilegt ár.